Komið marg blessuð og sæl, Hlynur heiti ég, oftast kallaður HJ Elite. Þið eruð að hlusta á tvo fella, njótið vel. Herru, góðan blessan daginn, það er Hlynur Jónsson, betur hægt sem HJ Elite á Instagram. Ertu eitthvað búin að fara á TikTok eða? Ég er með TikTok aðgang, ég er svona að reyna að vinna í það að koma inn á TikTok. Þannig að kannski í nánustu framtíð þá mun ég dættin í TikToki. Þú er búin að skróla TikTok? Já. Ég er alveg virkur að skoða, en ég er ekki mikið aktífur að posta einhverju. Nei. Þannig að ég er alveg með aðgang og allt svoleiðis. HJ Elite. Já, og það er líka TikTok, aðgangun er HJ Elite líka. Hvaðan kemur þetta? Er þetta bara Elite? Þetta rauninni kemur að því að fyrsta lagi þegar ég bjóð út á Kýpur, þá gæti ekki sagt namnið mitt, Hlynur. Nei. HJ. Já, þannig að HJ er bara Hlynur Jónsson og svo var ég að vinna á fasteignaskrifstofu í restina sem að hét Elite Properties. Þannig ég tengdi rauninni bara Elite við HJ þannig að ég var sölumæður fyrir það kompani. Það kom bara HJ Elite og mér var þetta bara Megasens. og svo plúst að ég var að sína frá luxuslífstíl og dóttir í og annað þannig að það var svona bara gott combination. Hvernig fórstu? Þú byrjar ekki eitthvað túrista, ég heyri það? Jú, ég byrjaði sem svona hótelstjórnandi eða resort manager í rauninni, það var þannig sem ég fór út í upphafi og svo kemur COVID-ið og eyðilegu það rauninni að ég var látið fara, þetta ég náttúrulega dístarskráftur hann út á Kýpur og þá detti ég bara í það því að það er mitt COVID og það er allt lokk og enginn að fara neitt eða hvorki undir strönd, þannig að ég fer bara að reyna að vinna í því að selja festeinir, bara svona frílansa í rauninni og gekk alveg þokkalega. Já, ég er búin að skoða þessu vídeo og maður er bara, allt bara marmari og allt bara, þetta er bara luxu, sko. Hvernig byrja maður í frílans fastir? Bara kaupa fastir og Nei, ég bara kynntist strákur sem átti þessu segja þessa fastlandskristofu og þeir buðu mig rauninni bara að koma sem svona hálfgerður bara nemi, þannig séð, þú ert bara svona, þú ert rauninni ekki fasteinasali, heldur ertu að leiðbenna, þú ert rauninni fasteina ráðgjafi. Og þar með farið bara þóknun eða selur þú ert ekki á launum heldur ef þú selur þá farið laun ef þú gerir ekki eða selur ekki þá farið ekki neitt þannig að það er alveg hark maður það er mjög mikið hark en maður selur ekki þá bara og það var þannig alveg hjá mér í 2 ári í rauninni ég var að harka bara svo loksins er bara rétt á en ég er að koma heima þá ég loksins að selja í rauninni 2 eignir sko ok og fær maður alveg góða þóknun fyrir að selja eigna þetta var fín kommission sko þetta var mjög fín þóknun og þannig sé ekki tátt með okkar standa hérna heima tátt með hérna úti í rauninni ok, já ekki í Íslandi eða fastlandssali þá farið alveg svona 1-2 milljónir held ég fyrir að selja held ég sko, og það er svipað tökum ef þú selur kannski prósentulega séð þetta mjög sambærilegt og tekur prósentu versus náttúrulega kaupverð og allt svoleiðis og þá er það mjög sambærilegt upp á það að gera En þú ert lærður hérna ekki þjónustu Ég er framreiðslumeistari framreiðslu þjón í rauninni Hvenær fórst í það? Ég byrjaði 16 ára gamall sem uppvaskari á veitingastað fór svo allalega kokkin og bakaran byrjaði þar í rauninni og fer svo í MK og þá fer ég í rauninni að bæði það, mér leist ekkert á bakara vinnutíman þannig að hann er náttúrulega umulegur 4 til 12 hádegi og kokkurinn heitaði mig alveg líka en mér fannst bara samt með að maður ekki ná við gesti og annað meira lokaðurinn í eldhúsi og í boxi þannig að mér finnst mjög gaman að elda ég elska að elda og pæla í matagerð þannig ég endaði í þjónunum enda sem nemi í þjónunum á sem sagt Hótel Loftlöðum Nei, ég byrjaði á Fiðlarnum Akureyri það sem hétu var svona luxusveitingastæður á Akureyri flyst svo hingað suður og þá fer ég á Hótel Loftlöðum Var þetta bara framhaldsskólanám eða fer enga master fyrir þetta eitthvað svona Nei, þetta er bara framhaldsskólanám náttúrulega í Hótel- og matarskólanum eða MK í rauninni og þar ertu í 3 ár bara eins og venjulegt bara framhaldsskólanám og svo tekur við meistaranámið og það ég tók það ekki fyrir núna fyrir það er ekki nema 5 eða 6 ár síðan tók meistaran sem slíkan og það er alveg 1 ára aukalega og það er meira svona rekstralega séð það áttu meira að hugsa rekstrahagfræðina og sérst að reka veitingastað eða eitthvað svona hótel eða eitthvað svona dót það er meira rekstrahagfræðin í því Það er röglega skemmtilega nám, eða ekki? Jú, það er mjög gaman þetta tengist það ekki bara í rauninni sem tengist veitingangeri þetta er náttúrulega alhliða bara rekstur í rauninni þannig að reikna fyrirtæki og allt svoleiðis. Hefur þú unnið sem þjótt lengi eða? Já, ég er búin að vera í þessum hótel og veitingangera meira og minna í síðan ég var 16 ára gamall. Já, þetta þýðist alveg, það translator alveg á milli, að vera þjónustu að þjóna veitingastað og hóteli. Já, og ég er allir sölumennsku. Faktis ég er náttúrulega þjónin þetta er bara, í allir sölumennsku er þetta náttúrulega rosalega sterkt starf í hvort sem maður er að selja
vörur í búð eða verslun eða annað, þetta náttúrulega þjónustustarf bara svo víðtækt sko. Þetta ekki bara þjóna veitingastað sko. Nei. Hvað svona sem fólk svona tekur ekki eftir eða svona, þú veist, þegar að þjóna fólki, þú veist, hvað svona eitthvað svona number one mistake, skilur, eitthvað svona alltaf að brosa gleymir fólk því, gott viðmót. Já. Það er bara fyrsta sem fólk tekur eftir að taka gott viðmót. Það er ekkert bara gaman að fá hérna til dæmis þjón sem að stendur með fílu sér bara hérna góðkvöldið. Já, þetta, já. Þannig að það er náttúrulega að hafa, gott viðmót, brosa, vera jákvæður í vinnunni, þó alveg sama hérna hversu vondur skap þú ert, að reyna að bara í trúðin inn í þér og reyna bara að gefa af þér jákvæð orku, það er bara og vera bara tillitsamur við kúna og koma fram með alla á sama leveli. Hvort sem að heitir eitthvað VIP-persóna, eins og fólk alltaf að segja með VIP, ég trúi ekki það fólk segja VIP eins og það er allir jafnir, hvort sem að ert frægur eða ekki frægur. Þannig að koma fram með alla með sömu virðingu í rauninni. Þannig að það er ekkert hvort þú heitir Jón eða Séra Jón sko, það er bara sama fyrir ykkur báða. Var ekki líka, varstu eitthvað að þjóna 2008? Eða svona þegar áður á hruni var þá ekki alveg svaka mikið svona 2008 þá átti ég ferðarþjónustufyrirtæki á Akureyri, var með hérna ferðarþjónustu. Já, ok. Og var í svona akstursþjónustu með lúxusbifreiðar og annað í einkaferðum og kynna Norðurlandið og í prívatferðum og pick-up-ferðum eða svona airport transfers og svoleiðis dóttir. Þannig ég var með mitt eigið fyrirtæki í því. Hvað hét það? Akureyri Luxury Travel. Já, það er svona mér svo nett svona luxusdæmi maður. Já, þannig ég var bara með svarta bíla. Já, það ekki. Varstu með Ég var með Lincoln, já, vá. Ég var með Lincoln Navigator, ég var með Lincoln Town Car, svona hálfgerða limo version. Já, einmitt. Og Range Rover. Var það eitthvað frækt fólk eða eitthvað svoleiðis? Já, það kom alveg fyrir. Já. Nei, heyrðu það þessu alveg komandi í Íslands? Já, þetta grínast. Þannig að skoða þetta. Og ég var aðeins í kringum, til dæmis Fast and Furious krúið fyrir austan, þegar voru myndaði Mývatni. Þannig að ég aðeins í kringum það og aðstofið það. Svo hérna kynntist ég aðeins hérna við okkar Tom Cruise. Hann er nú Íslandsvinnur, hann hefur komið nokkur sem minga. Þegar var hann mynda Oblivion á sín tíma. Það er hann næskaði, Nei. Ég hef heyrt það, hann ekki algjör. Hann er algjör, ég skal bara orða hann er frekur og hann er, ég segi, þú maður ekki að taka þín bótt. Mátti ég horfa í augun hans, eða? Valla. Maður heyrst á tökust að má ekki horfa á hann bara. Og það var fyndið við það eins og það var að vera að keyra, hann þurfti að hafa, þó hann var í Íslandi út í sveit eins og við norðan skiluru, að það þurfti samt að senda 10 bíla á stað til að villa fyrir paparazzinum og öllu þessu og einn þyrla, hann ferðast samt alltaf með þyrlu sko, hann ferðast alltaf með bílunum, en við keyrðum samt alltaf á location með tóma bíla sko. Já. Shit maður, þú veit að hætti að vera penandi maður. Þannig að þetta sem fræðin gerir við mann sko. En spjallar eitthvað við hann? Já, mjög lítið, hann gaf ekki mikið færi á sér. Nei. Það var bara svona high tone og hann lappaði bara byrtu. You wanna talk about Scientology? Hann bjóði mitt í hérna húsinu sem að Jóhannes í Bónus átti hérna, leiði það sem er fyrir norðan í aðleiðinu. Er það ekki flott það? Ég veit ekkert sko. Nei, það er svona, það er eitt af Mansion, já. Vá. Þannig að þetta var sér byggt fyrir hann að rísa hús hana. Þú ert ekkert í þessu núna, svona luxus svona ferðar? Nei, nú er ég bara stýra hóteli. Já, ekki? Ég er hótelstjóri núna í dag. Arnar Stabba ekki? Jú. Já. Og mjög gaman að því, það er bara önnur áskorun, það er bara Ertu að ráða fólk og svoleiðis? Já, ég segi bara, og stýra reksturinn mér þetta er bara að halda utanum bæði starfsmannahald, veitingar, gistinga, þernur, allt þetta er bara helgjarnar operation. Hvað eru margir starfsmenn? Þeir eru núna 20, við förum upp í svona 40, 30-40 Háan tíma. Já, ok. Þetta er alveg, nú er þetta alveg að redda allum vöktum og svona. Já, og halda utan pantanir og allan reksturinn í rauninni bara sem slíkan sko. Já, það er ekki gaman. Jú, þetta er áskorun, þetta er mjög mikil áskorun. Hvað er svona mest áskorun? Bara að halda bara tölum í lagi, þetta fyrir eigundur og annað, þú ert að rekka halda tölum hérna uppi. Já, það er að halda jöfnuði, ekki vera að ofkaupa og ekki vera að, kaupa þá, hvað þá, mat og svona? Matur og bara allar ekstra vörur. Ætla sjampó, fullt af sjampó og tverbyggi. Og reyna að vera hagkvæmur. Ertu líka að sjá svona marketing, er eitthvað í því? Ég hef ekki farið í það, en það er náttúrulega á döfinni, fylgja það náttúrulega sjálfsögðu líka að vera í því að
En að því að þetta náttúrulega svona munun á því að vera í svona hotel chains eða engaeigu hóteli. Þetta engaeigu? Já, þetta engaeigu. Það svona aðeins öðru sér budgetið á móti keðjunum heldur en enga reknu. Þannig að þetta bara svona ákveðin rekstrarform sem maður það bara aðlaga sig. Þetta ekki eitt stórt hús og ekki svona cottages? Jú, ég myndi segja þetta svona í motel stíl. Það sem öll herbyggi eru utanageng. Það ekkert innanageng. Ekki neitt? Nei. Vá. Og svo erum við með smáhísi og tjaldstæði og 2 veitingastæði. 2? Já. Betur, akkur er 2? Einn meira fyrir camping, tjaldstæði. Þá það meiri svona sjoppa eins og ég kalla það. Já, ég skil, já. Og ég meira að byggja það á svona Icelandic tradition. Og það í komin Torfbæ. Já, þannig að þú getur fengið vöfflur og sultu, rjóma, pilsu, lambakjöt, súpu. Svo hinn svona fancy? Já, meira hótel dæmi. Já, ég ætla að segja að væri bara ítalskur og svo líka bara hérna. En það meira svona bistró. Það meira bistróstaður og svo svona Iceland kúsín. Já, næs. Og okkur flyttur á Snæfellsnesi? Hvað lætið frá það? Þegar ég kem heim frá Kýpur þá var ég búinn að vera, ég fór að gæta aðeins aftur þegar ég kom heim og var svona bara leitast eftir bara starfi náttúrulega í kvinna heim og ég var í 1 ára að gæta bara svona sem lausa krói í tí hjálpa með til fyrirtæki og var bara skemmt með að leysina og keyra rútur og annað það sem að ég átti að mér reynstu því líka og svo detti ég bara niður á þetta tækifæri hana fyrir réttum rúmu ári síðan þannig að og bara fótaði vel hana á Snæfellsnesi? Já, þetta fínt og þetta er skemmtileg áskorun en það mesta áskorun náttúrulega að vera út í sveit það ekki og eingöngu með útlendingum þú ert náttúrulega ekki margir íslendingar þarna það er bara ferðamannastaður fara ekki allir strax þangað eða svona, ég held að mjög margir fara allan á Snæfellsnesi fyrst þegar komið til Íslands bara Kirkjufell, það er í Kirkjufell er Grundarfirði og þetta er Arnarstapi það er rétt hjá það ekki? Þetta er nær þetta er nær Ólafsvík þannig að þetta er fjær Grundarfirði Ok, en það er svona stutt í Kirkjufell ekki? Jú, þetta er ekki nema rétt 40 mínútur að keyra þangað Já, þetta er líka bara mjög fallegur staður Já, við höfum keyrt það Snæfellsnesi er mjög fallegt þetta er svona, ég segi þetta sem nýja Suðausturlandi sko þetta á mjög mikið inni Já, ég sá líka að þú bara núna á Instagram varst ekki að grafa bílinn upp en svona mikið snjór hann það kom kafkjælu okkur snjónur síðustu helgi en það er ekki snjór hér nei, ég veit það skrítið Íslandi er bara skipt í einhverju svona 70 hluta og þetta er ekki líka snjór á Akureyri núna jú fólk eru á skíðum þar mér langar svo skíðum það hefur verið snjórinn upp í Kópavogi og ekki þú veist kæra 5 mínútur og veðrið breytist já, þetta er bara klikka sko Kópavogi líka herru uppi, eða ekki? Jú alltaf ískalt hjá afa, svo heitt hjá mér sko það er alveg ótrúlegt bara að kæra 5 mínútur, nýtt veður kæra 5 mínútur, annað veður þetta land er bara óþólandi sko svo Kýpur, það er bara allt eins já, það er svona 340 daga ári Já, svo kemur 20-30 dagar þá er svona reyningssísón já, rignir bara endalaust já, það er svona smá svona og það er yfirleitt í janúar, februar sem eru svona kaldasti mánuðinir já, bara 20 daga já, svona 15-20 ég var ekkert á móti því að það var bara 15-20 stig og rigning Varstu að valda stuttbuxum, eða hvernig varstu? Nei, ég á ekki svoleiðis Áttu ekki stuttbuxum? Nei Ég ætlaði að spyrja þig, þú veist, ertu alltaf bara í jakkafötum með? Já Sefur í jakkafötum með? Nei, ég sef þetta bara brókinni Ertu með svona bómur, nei, hvað er þetta? Silkidæmi Já, sjálfsögðu, það er Ég er mjög kröfuharður á föt og ég er jakkafattaperri ég segi jakkafattaperri Það er vel gert, sko ég á eingöngu jakkafött ég er svona á eitthvað öðru fötum ég geng mjög sjaldan í þeim Hvað er lengi að klæða á mannuna? Það fyrir eftir hvort ég er búin að ákveða kvöldi að hvað ég ætla að klæða. Ef þú ert ekki búin að ákveða, það getur alveg tekið klukkutíma 1,5. Ég var bara að fara yfir bara. Já, ég ætla líka að mattsa, þetta passa saman, þetta passa ekki saman. Þetta er flott átfit maður. Við vorum alltaf Hvað fækst það sokka? Mér langar í svona sokka. Þetta er... Sokkar er ekkert eðla þægilegt. Hvað getur þetta? Þetta er bara sokkar, ja. Þetta er bara sokkar, þú ert hérna í einhverju Æsland Ég er í túristasokkar Ég er í krabbameinssokkar Mér var bara að gefa þetta í jólagjöf Við mættum Við vorum að reyna að vera svona öðru Nei, við erum alveg þverjugt þarna Við erum svona þægindar jogging Við vorum svona alveg 90 þætti eitthvað vorum við alltaf í jakkafötum Já, ef þú skólaði tilbaka, það voru alltaf jakkafötum Það bara, alla myndir okkur í jakkafötum Það var okkar þeng, sko Já, hvað hættu þið? Svo var það, ég ákvaða, ég sagði þetta alveg við þig og það ég á að byrja að vinna í ljósmyndun
og þegar ég var að klæða mig jakkaföt til að fara svona fína dót, þá leið mér alltaf eins og yfir pókast og ég bara, þetta er orðin bara vinnufett, þetta er orðin leiðilegt að svona fara í jakkaföt og þá var ég bara ok, þú veist, þetta er eyðileggja jakkaföt fyrir mig. Já, ég var með það saman þegar ég byrjaði að læra tjónu, þá var þetta gamla góða, þá bara svart jakkaföt, mörgessaföt eins og við köllum þetta bara, þú veist með hvítaskyrtu, svartbindi, svart jakkaföt. Þetta var bara basic þjónabúningur, þannig að maður gekk það alltaf í jakkafötum í vinnunni líka. Þannig að þess vegna er ég kannski svona litríkur í jakkafötum af því að mér finnst svo gaman að brjóta, það brýtur upp ísinn þó þessi jakkaföt, en þá er það litinni sem er svona leika með mér með. Já, ég væri til að gera eins og þú, en bara mér svo, getur náðið upp í hillu, skilur við? Já. Er það ekkert mál? Nei. Hjá mér var alltaf skýrtan að fara bara, þú veist. Það var bara ekki rétti stærð. Er það málið? Já. Ertu ekki með svona eitthvað svona festur þetta niður? Sumir eru í svoleiðis eitthvað. Já, þú getur fengið klemmur sko. Já, það ekki? Jú, það er alveg til klemmur. Mér finnst það svo óhendugt, þess að ég var að keyra, ég gat ekki verið, ég er kannski að fá mig bara. Þá erum bara verið á stutt sko. Já, það ekki. Það er náttúrulega að ná alveg cirka ég er að fá mig bara klæðskeiðar sko. Já, er þetta eitthvað custom svona alveg? Já, eitthvað að því líka sko. Já. En ég vil bara kosturinn við stærðina á mér, ég passa bara beint í ákveðna stærð sko. Já. Það er svo ég kostur því lappin í búð, ég þarf ekki að kostum þetta. Nei. Af því að flesta stærðir bara passa mig bara. Einmitt. Já. Ég er bara, eins og þið segja í sumum búðum, ég er hannaði fyrir jakkaföt sko. Þessi stærð er bara akkurat á því og ég geng bara að því vísu sko. Nice. Varstu með tölu á hvað mörg jakkaföt eða? Ég taldi það sko áður en ég kom heim á Kýpur, þá átti ég 270. Ég held ég sé komið niður í réttum 200 núna, ég gaf eitthvað slatta núna þegar ég kom áður en ég fór að utan. Þá gaf ég bara til Rauða krossins og annað, þannig að ég hef bara gefið, frekar en að selja þetta, ég hef ekki staðið í því. Þannig að ég bara sett hann að gefa en að tyggja. Næstu bara 1 á dag, bara þú veist. Já, gerði það nánast. Og ég er náttúrulega, ég losa mig ákveðið og ég kaupi þá nýtt í staðinn. Hvað er þetta að kaupa þetta? Já, það er bara misjant sko. Ég keypti mikið út af Kýpur til dæmis og í Tyrklandi, af því það var þetta að fá ódýr sérsömu föt. Já, mér langar svo að gera það sko. Ég á náttúrulega eitthvað af sérsömu fötum bæði, ég hef keypt frá Sútöp og hérna Kölska og svo er það bara Dressmann og mjög góðu verði og það er bara gott quality og það þetta eins og ég með þess að hef keypt fullt af fötum í H&M. Þú varst að sína með eitthvað klikkaðan frakka sem þú fyrst í H&M. Ég vissi ekki að það var H&M, ég var bara þetta ekki og þau getur fengið þetta góða verði. Svo 3 skall sko. Ég notaði hann einu sinni því ég labbaði búinn. Og eins og ég segi, þú getur lukkað verð þó að það sé ekki rándýrt sko. Nei, þannig að þetta þarf ekki alveg að kosta augun úr. Nei. Og það er bara waste of money að vera að henda í kannski 300-400 krónu jakka, skilur við. En hefur einhvern veginn verið svona okkur, núna ætla ég að splæsa jakkaföt sko. Núna bara. Já, ég fæ alveg svoleiðis að þá fer ég yfirleitt þá læt ég sérsauma mig á mig. Af því að þá vil ég hafa það tailor-made sko. Og hvað er þetta að kosta? Þú veist, svona dýrustu jakkaföt svo getur farið í. Kölska, þeir eru með 150 skall skilur 3-piece set skilur, það er sérsaumað. Það er alveg gott verð. Og þeir eru geggjaði sko. Ég keypti á 100 og eitthvað. Þetta er ekki spons. Nei. Ég keypti á 100 og eitthvað í Suit Supply í Amsterdam. Það er eitthvað keðja sko. Já. Þá var svona gæi, ég labbaði bara inn og þá var bara eitthvað svona, hann leitði svo módel gæin, ég bara hann er ekkert eðlilega myndalega gæi sko, en allan það er Amsterdam svona ógeðslega hávaxinn bara svartar og en allan hann var bara með mér, skilur, það var bara minn gæi alla búðina, hann bara, skilur, hann fór ekki frá mér, skilur. Ég elska að fara svona búðir, sko. Já. Og ég gerði þetta var mikið, Tyrki gerði þetta mikið, það er enda með þetta gamaldags, þetta gentleman style, sko, sem eru með bara, það er bara, þú ert mældu bak og fyrir og þú kaupir ekkert jakka, það er bara alltaf sérsauma á því, sko. Já, heimitt, hann sagði, þú veist, þurfum að stytta þetta og bara gæi. Þú bara velur efni, þetta langar mér þennan lit, þetta efni, svo bara sauma orð til. Shit, ég myndi alveg verið svona búð að væri bara eitthvað í bláu og bara, þú veist. Þetta var alveg gaman sko, svo fekk ég bara svona online e-mail receipt. Já. Það var bara mynd af gæðinum, bara, það er svo gaman líka, eins og hérna við vorum að gera úti sko, þeir bjóðu bara alltaf drikki, það er kaffi, vindill kannski og með þú ert að láta máta, þetta er treatment, skilur. Þetta er svona spadagur. Já, þetta er svo spadagur. Þetta er eins og segja, þetta er bara luxus treatment, þú ert að treata þig vel, þú ert að eyða fullt af peningum, jú, en þú ert samt að fá geggja treatment, þetta er bara spa og einn góði feitir hérna kúpuvindill og viski og í áfenginu eða óáfengi að drikki eða kaffi eða whatever skilur og það er bara stjana við þér sko. Já, þetta er alveg það liggur að vanta bara inn að nutta baki og meðan þú ert að bíða sko. Já, við þurfum að skjóta svona Þú varst einhver brjálið daginn þú varst að grafa bílinn með munsturinu hvað munstur var þetta? Þetta var eitthvað brún. Þetta er brjála maður, mér langar ég svoleiðis, þetta er crazy dæmi. Manstu hvað fækst þau það? Það er úti, ég keypti það úti hérna í Tyrklandi.
Hvað er þetta að fara á Tyrklandi? Er þetta bara hræjódýr þar? Já, málið það spyndið með, þeir eru náttúrulega mikið að framleiða fyrir þessa lúxusvörur, Tyrkir og þú færð það ódýra í Tyrklandi heldur en eins og í Fraklandi í búðunum þeirra af því að þeir taka þetta mikið að B-vöru sem eru sumu vörunar en þeir kalla þetta bara afskriftir sko. Og þeir selja það ódýrara í Tyrklandi sko. Þannig að þú ert að fá sumu vöruna bara kostnaðarverði nice. Það er authentic sko. Þetta er ekkert fake og hvað, er það bara hvað, 40 skall eða meira? Ég get alveg dottið að það fyrir eftir hvað það er náttúrulega En getur ekki fengið bara jakkaföt á 40 skall? Jú En fyrir mig, svona gæði sem veit ekkert jakkaföt bara þetta lítur nokkuð vel út Ég var að kaupa jakkaföt út á Kýpur á 10 skall settið Þannig að þú keiptir náttúrulega endalaust öllu litum Já, keiptir þú bara nokkuð sett bara í góðum gæðum og allt Já, 10 skall settið Ég var til að eiga 5 svoleiðis Ég hef búin að sjá nokkuð vídeo svona, þú verður að eiga 5 jakkaföt, veistu hvað það er? Það er eitthvað svona, svo getur mattsa allt Veistu hvað litur það eru? Það er náttúrulega alltaf dökkblátt Það er klassíst, það er svartur og það eru hérna einhverjir beisaði litir þá kahiki, mjög vinsætt svona kahiki brún í rauninni og svo er ágætt að eiga svona smá sumaliti hvort sem er þá bara blár ljósblár til dæmis og hvítt getur allt gengið við svart og hvítt Var ekki brún líka eitthvað? Jú, ég segi það svona beisaður Áttu bara alveg hvít í eitthvað? Já eins og hérna hvít teinótt líka Þannig að Jeremy Fragrance Veistu hvað það er? Já Hann just mistur hann Það er ekki gæðin hann sem sprautar Já, hann er ylvatna gæðin Alltaf dansa Mér finnst það óþólandi Ylvatna gæðin Þú er smá svona Jeremy Fragrance Ísland Svona jakkafatta Já, og ég hef alltaf að gera meira efni að því að reyna að mattsa og gera meira að svona suit-up style og ég er svona kannski að fara að hætta þessum trúðshoppalátum og hérna kannski fara meiri í það að gera svona jakkafatta trendi Þú er svona alveg með gott following, er þetta ekki með 37? Jú, ég held að segja 36 og 8 eða eitthvað Og er þetta mest Íslendingar? Ok, wow, sæl Hvenær var svona Þetta sprakk upp þegar þeir byrjaði að vera trúður Já, ok Að hoppadansa ekstra út að Kýpur Já, ok Þannig að málið þannig að það var allir í kói tunglindi þannig að ég fer að hoppa og sprikla upp einhverju kastulum og annað hann úti í sólskinslandi hann maður er bara meira tunglindur, bara hessir að njóta lífs og ég er bara enn á Íslandi málið að ég hafði bara svo gaman að þessu og ég hef svo gaman að þessu þó að fólk sé að kalla mann trúð og kjánalega og allt þetta þá er maður bara alveg stramar sko því að ég hef bara svo ógeðslega gaman að þessu og þetta hreinsar huga minn ég veit að þetta er eins og margir að spurt mig þykistu vera professional dansari og allt þetta nei, ég sagði það aldrei og þetta er bara upp og gaman í gert til þess að fýblast þetta á að vera fyndið, þetta á að vera hallarstætt, þetta á að vera corny og það er pointið með þessu þannig að myndur þú geta að dansa fyrir fram á fólk? Já, ég hef gert það, ég hef með þess að fara í veislur og ég ég dansaði til dæmis í Sjallanum Akureyri með Audda og Gilsa og Steinda í jólaballinu þeirra fyrir tróðfötu sjalla á sviði Varst það ekki stressað þeirra? Jú, en það var ógeðslega gaman eftir það Ég náttúrulega bara adrenalin fíkill sko og ég er ekkert að hugsa hvað aðrar eru að hugsa mig menn ég er í þessu móki þá er ég bara I don't care Wow, en það verður að vera þannig líka þú ert að fara í þetta þú ert bara entertainer og það ertu bara að fara að skemmta og þér er bara, þú átt bara að hlæja og þú átt bara þetta er geggjað, þetta er bara tjúla og páranett og allt það, þetta er bara entertainment og þetta er skemmtiefni og það er pointið með þessu, þetta á að vera skemmtiefni það á að vera alvarlegt sko Nei, ég held að það sé bara ógeðslega gaman sko Tókstu ekki síðast þannig að Pretty Boy Jólin, það ekki? Jú, það er síðast það, jú Það gæt og þú ert að gera crazy effekt, er þetta ekki CapCut eða hvað? Jú, nei ég nota ekki CapCut ég er reynd að nota 3 forrit ég er svo klikkað þessu líka ég er með 3 árata, ég er með 3 forrit sko bara vinna við þetta bara vinna já og pluss að ég tek þetta upp sjálfur allt saman og síma mig sjálfur líka ég er ekki með myndatökumann að neitt að gera neitt þannig ég er alltaf að reyna að finna einhverja póstur hverja að setja heldur síman og annað menn ég að taka upp já þú var að hendi í eitthvað svona alvöru með krúi bara alvöru já það var ekki ekki að fá einhvern tökumann eitthvað til að gera eitthvað þannig að símuringir já það má vera silent ekki stress sko nei ekki stress við erum slakir hérna sko ekki það voru ekki með spurningar jú en maður ekki að spura einu en það fyrst en að með fóstaframbóði já
það var, þú ert ekki að bjóða fram með það? Nei, ég ángríns, þá hugsaði ég það samt að ég gekk svakalega mikið af velviljuðum sem hvöttu mig til þess og ég fór í alveg undirfeld, þennan fræga feld, ekki loðfeldi minn samt. Jú, ég fór undir hann reyndar. Og svo náttúrulega bara hvernig þetta orðið og þróast og annað, mér finnst þetta bara orðið hálfgerður svona, ekki bara orðið á góður íslensku, þetta orðið skrýpalegur. Þetta bara orðið bara steikt. Og hvað ekki gerast eins og ég segi bara með stjórnmálin og annað, ég bara svona, þetta hefði ég gaman að geta boðið fram þjónustu í þetta og hefði gaman að prófa það. Og þetta náttúrulega bara krefandi verkefni og þetta náttúrulega, en samt alvarlegt hlutverk líka, eins og kannski, en ég ætlaði reyndar að gefa út í þetta að setja mynda mér með íslenska fánunum og alltaf að ég var ekki að vera frambúð. Þannig að það er bara komið fram hér. Þetta verður gott í áramótasköpunni sko. Já, 70 manns ekki núna. Þetta verður fyndið sko. 72 Þetta er náttúrulega ég man bara 3 eða eitthvað, 4. Hver eru aðrir maður? Shit. Þetta eru bara alltaf margir sko. Ég man þetta Ásdísu. Það er Ásdís Rán sem hún er ennþá reyndar að sæma meðmælum. Jón Gnarr. Jón Gnarr er komið fram, hann mun vinna sko, held ég. Já, hann mun rúst. Ég ætla alltaf að kjósa hann sko. Svo er Katrín núna. Ég ætla ekki að kjósa hann. Katrín, Baldur og Felix. Baldur og Felix, já. Ekki Felix náttúrulega, hann er ekki. Og hann gæði býðir sig alltaf fram hana. Já, Ástór. Hann er þetta meistari sko, að gera þetta alltaf. Hann er bara að koma sjálfur sér að framfæri með. Þetta er bara góð auðlýsing, hann er bara flottur að prómóta sjálfum sig. Hvernig á hann svo mikið pening? Hvað er hann búinn að bralla? Voru ekki að tala um hann lögfræðingur og eitthvað? Hann er með fellingsa bakhjöllum manna líka. Og það er líka ástæðan fyrir ég ætla ekki að bjóða mig, ég er ekki tilbúin að fara að fórna einhverjum fleiri miljónum í það að fara í einhverja herferð svona. Nei. Það er svo skrítið þessa herferði sko. Ég held að Jón Gnarr sé góður í þessu að hann er ekki með neitt eitthvað svona fake, skilur við. En ég veit það eins og til dæmis eins og bara þessu pólitík og svona, það er bara með kosningateimi á bakkinu, skilur við. Í einhver marketing bara sem er bara engang að sjá það bara. Já. Maður finnur svo mikið ef þetta er, skilur, real eða ekki, skilur við. Og það er svona eins og segi þá, að fara í þá bara og hendi út einhverjum fleiri 100.000 í einhverja kostingabarata sem er svo sem kannski ekkert að fara að gera sig heldur. Og það kostar ekki að bjóða sér fram, það ekki? Jú, þetta alltaf kostar. Það er ekki hálfmilla, það ekki? Jú, eitthvað slúðis. Það var mig. Nei, það er eitthvað kostnaði við það líka. Þannig ég var ekki að skoða það nánar en það er kostnaður. Nei. En það var skemmtileg frétt þarna, þetta var alveg early sko. Já, þetta kom bara í byrjun sko, þetta var nú bara örfæðu komið fram þá sko. Já, ef þetta verður núna, það myndi ekki fá svo miklu athygli, það er svo margir búin að... Það er spurning hvort Gísli Martin myndi taka mig fyrir. Já, þetta er alveg... En þar ástu lýstu sem fastegna miðlari. Já. Þar þau eru þá vísi kýpur, ekki? Yes. Já, þú ert ekkert búin að vera fastegur í Íslandi? Nei. Þannig að það er svona að segja líka miðla því ég er ekki fast inn á sali. Nei. Það er löggilt starf hérna heima, þannig að þú mátt ekki vera fast inn á sali. Það er svona miðlari að því ég er ekki löggildur fast inn á sali. Nei. Þannig að bara það sé á hreinum að sé ekki að reyna að titla sig meira en maður er. Já. Ertu búin að ákvæða hvað þú ætlar að kjósa? Hvern þú ætlar að kjósa? Nei. Ekki? Nei. Er einhver? Ég ætla að kjósa Jón Gnarr sko. Já, en ég er ekki alveg búin að gera mig upp alveg, en það eru 2-3 sem eru sterkir svona kandidatar. Ég er ekki eftir að lofa einhverju, ég er ekki eftir að segja hvað ég ætla að gera þetta. Jú, það er að taka kappræðinu og allt þetta. Mér langar að sjá það fyrst. Hversu langur þáttu verður það maður? 70 manns fyrir. Verð bara vísi og svo bara, ok, þetta er helst svona. Ég meina, þegar það var 1 mínúti til að tala, þá var þetta komið 72 mínútur, skilur. Hvað er 1 mínúti til að tala? Nei, ef þið hafa 1 mínúti, þá er það komið 72 mínútur. 72 manneski. Það stíg ekki hugmynd, sko. Þau eru ekki allir að fá að tala í að byggja, skilur. Það lítur að vera, það er jafnræði. Ekki. Þetta verður gaman að sjá. Já, ég held að Gnarrinn taki þetta, sko. Hann er alveg, ég treyst honum fyrir þessu, sko. Hann er alltaf ekki sístur. Nei. Hann lána líka ekki en hund, skilur. Það er kostur. Forsetar eiga góðan hund. Forsetin á að vera alþýðulegur, hann á ekki að vera pólitískur og hann á að vera skemmtilegur og rétt hugafar en góð fyrirmynd út af við. Hann á að vera hann á að vera alþjóðlegur og helst ekki tengdur pólitíki á neinn hátt. Nei, hann er smá. Við sjáum hvernig þetta kemur. En þetta er viðtal við þig. Já. Minnum pólitík. Við gætum fara að tala um það Benna Ben-málið. Nei, við skulum sleppa að tala um pólitík. Við erum með spurningar. Það er nógtalað um það á öðrum miðlum. Hlugið nota. Takk það bara. Já, ok, maður svo, síðan minni hérna. Ég ætla bara að henda þessu gluggalókum. Það voru hérna spurningar frá hlustendum. Hérna er spurning. Hvernig í andskotanum fer það því að vera svona kynþokkafullur og huggulegur? Það er spurning, það er fyrst spurningin.
Fyrst það bara að treysta sjálfa sig og vera maður sjálfur á þess að hugsa hvað fyrstum mann og eiga 270 jakkaföt. Já, það er líka pluss. Það er pluss. Nei, það er bara að vera ánægð með sjálfari, njóta þess að vera í eigin skinni, drekka ekki áfengi. Nei, það er með spurningin að er eitthvað verra en alkohól? Dóp. Já, trúlega, jú. Búin að prófa bæði. Er það? Já. Og myndur þú segja að dópið sé verra? Já, en nei, samt ekki. Nei. Sko, alkohóli er rauninu versti svo kemur hitt svona í eftirfylgni að því. Þannig að, nei, ég ætla að draga tilbaka. Ég held að alkohóli sé verra versti óvinni. Er það ekki meira ávanabindandi? Jú, og það er hættulegra. Ef þú talar við ráðgjafa fulltrúa og allt þetta á S.A.A. og annað, þá segir alkohóli sé versta fíknin. Já. Þannig í rauninni er ekkert verið en alkohól? Nei, í rauninni ekki. Nei. Samt er það eina sem er löglegt. Já, samt er það eina sem er löglegt, sem er náttúrulega í rauninni súrærið, sko. Já, mjög skrítið, sko. Heimurinn, það bara út að ekki út að svo tengt svo sterkt menningu bara heimsins. Jú, þetta er bara búið að vera svo lengi í menningum bara frá örum alda, sko. Já. Veitu, hvenær smakkar fyrst áfengi? Varstu bara... Ég byrjaði að fikta, að reykja og drekka í 8. bekk. Já, sæll. Það er þetta ekkert eitthvað ég har líkast í dag líka svona, þá er ég í 9. bekk er ég fann að drekka segi það, en ég var fikta í 8. bekk og í 9. bekk var ég fann að reykja og drekka og í 10. bekk var ég komin að gott fyllir í Já. Það er svona sveitaböll á Akureyri. Já, ég var alltaf, eins og ég segi, ég var náttúrulega fekk sem betur fyrir að vera á sveitaböllunum þegar skímó og aldamótaböndin og allt voru hérna út allt í Ídölum og Meigarði og öllum stöðum fyrir norðan, þannig að það voru alvöru sveitaböll með slagsmálum og öllu í neitunum. Þannig að þetta var rígunum milli Húsavíkur og Akureyrar og fara í Ídali og berjast þar. Það var ekkert svona nýva dæmi eins og í dag? Nei, það var ekki svona, það var fair fight, sko. Það var slagsmál, en það var það bara maður og mann og það var bara svo sem hann tapaði. Bara sættið við það. Já, svo bara kaupir bjór og allir bara næs. Já, það var bara þannig, þú varst bara blóður eftir slagsmálinu, bara takk fyrir góðan slag, skilurðu. Þannig að þetta var svona fairfight og þessi hópaslagsmál og þessi ráðast fjöldi á einn mann og hnífar og annað, það var ekki til svoleiðis, það var bara hnefa móti hnefa. Þannig að fólk geta það. Já, þetta var bara fairfight, þetta var bara menn að berjast stúlkuna, skilurðu. Þetta var bara svona, bara fun líka, sko. Meira bara svona glímur, að þú veist. Já, í rauninni, þetta var bara, ég vil segja, kannski eins saklaust og hægt var að hafa sem slagsmál. Já. Þannig að, en eins og segja, þú bara vissi að þú búin að tapa líka og það bara í gólfi eins og í hringnum í skilur, það er bara búin að berja í gólfi og búin að tapa og bara sættu bara við það. Og þá bara tekur í hendina manninu, bara allir góðir, sáttir. Og það er ekkert verið að drekka áfengi í dag? Nei, ég hætti að drekka fyrir 12 árum. Já. Ég er á 12 ári núna. Hvað, 2012 þá? Já, ég hætti í ágúst 2012, þannig að þá fer ég í meðferð. Er það á hvað, Vog? Nei. Jú, ég fer á Vog fyrst og svo fer ég á Staðarfell í eftir meðferð. Ég var í 4 mánuði í meðferð, sko. Og hvernig virka það? Er það bara, hvernig virka það? Fyrsta lagi, og ég skal bara segja það, þú fer á Vog, það er náttúrulega, þar ertu bara brotið niður. Hæ? Já, þú ert bara í þurrkun. Vogur er bara þurrkun. Það reynir bara til að koma þér á level sem að þú getur kannski farið að byggja upp aftur. Svo þú ert inn á Vogi í svona 10 til 12 daga að meðaltali, þess að tala um svona lágmarkstími til þess að bara hreinsa líkamann og annað og koma huganum í bara eitthvað svona hálfgett mók. Svo ferðu í rauninni í eftirmeðferð svo kallað, sem núna er upp á, held ég, upp á Kjalarnesi. Það var á Staðarfelli strákameðferðin sem er fyrir vestan sem var bara geggjað, eins og það bara ferði út í einangrun, það er ekki sími, það er ekki blöð, það er ekki sjónvarp, það er ekki neitt, þú ferð bara á 0 punkt. Og það með bara að byrja að byggja bara, að bara læra bara fyrirgefa, að sætta þig við fortíðina, það er bara búið og gert, þú getur ekki breytt því sem liðið heldur að bara bæta fyrir það sem þú gerðir og sætta þig við það, fortíðina og bara fara að byggja upp að þú bara ert bara 0 ára í dag og nú ertu bara að byrja nýtt líf og byggja bara upp frá því. Og ég var alveg, ég segi 2 mánuði það í því að það er bara svo kemur út í heimi bara sem, bara græn í rauninni, þú veist ekki neitt. En það er náttúrulega
er oft erfitt á þessu leiti að koma út úr svona meðferð ef þetta ekki með gott bakland sem ég sé betur fyrir hafði ég gott bakland, foreldra og annað og fjölskyldu en það er ekki allir sem hafa þann munað að geta gert það og til þess að hjálpa þig að styðja þig að koma þér út í heiminn og annað þannig að Það eitthvað svona leiðbeinendur eða? Já, það eru leiðbeinendur og ráðgjafar og annað og svo náttúrulega ertu að sækja fundi og allt þetta svona, allavega fyrstu 2-3 árin bara til að halda þig við sko. Já. Þannig að en ég segi, nú, en maður er alltaf eins og ég, þó að ég er nokkuð öruggur með sjálfa mig í dag, maður er aldrei öruggur samt, þetta náttúrulega fíknisjúkdómur þetta getur poppað upp hvenær sem þó að þú verður síst var við það þannig að, og ég segi, ég sakna ekki áhrifana en ég saknaði rosalega mikið að geta ekki fengið mig bjór geta ekki fengið mig rauðvín geta ekki fengið mig hvítvín þannig ég er mjög þakkláttur í dag eftir að allt þetta óáfenga stöf er komið á markað að ég get fengið mér bjór á þess að finna fyrir nokkur í löngunni það að fara detta í það sko þannig að ég sakna ekki áhrifana Og hættir að reykja hann á saman tíma líka? Nei, það var einlega sko ég hætti að drekka og dópa ég var rosalega mikið í áfenginu og kókainu á þessu tíma það var mjög gott að þjóna þegar þú varst ekki mikið að drekka áfengi og þjóna þannig að það var fínt að fá sér aðeins Já, til að vera bara feskur og ég reykti eitthvað aðeins að grassi og marihuana og annað líka en ég fór aldrei undar í sprautunar þess að betur fyrr, ég þakkláttur fyrir það en maður var komin ansi djúpt á þessu tímabili þannig að ég prófaði ýmislegt þannig ég hætti því en ráðgjafar og annað sögðu það hættu bara að drekka og dópa ekki hægt að reykja verður að hafa einhvað þannig að því að reykingarnar eru það sem að halda fíkninni þú heldur fíkninni í skefjum á einhverju level matarfíknina svona smá þú bara halda við einhverja fíkn sko. En ég fór svo líka í það þá fór ég að keppi í fitnessinu ég fór bara all in í fitness það var bara ný fíkn fyrir mér ég bara fór ræktina bara 3-4 sinum á dag og ég ætla bara að keppa eftir 1 ár að vera mættur á fitnesssviði hérna bara eftir 1 ár frá með deginum Og fórstu í það? Já, ég stóð við það lór ári eftir ég hætti að drekka, það var fyrsta keppni minn sem ég mætti í fitnessmót og keppti 5 sinnum en svo bara eins og allt gerist að þú ofgerir hluti að þá bara farðu ógeð Já, maður har heyrt líka þetta er alveg fík líka náttúrulega ekki fólk alveg það ekki eitthvað svelta sig fyrir Jú, þetta er rosalega losun af alltaf vökva bara mataræðið er bara gríðarlega strangt og þetta er prógram sem þú verður að fara eftir bara frá að til líkamenn verður aðalast eftir vasslosun og annað sem getur verið hættulega líka losa líka með alltaf vatn og svo sprengir þau upp bara upp á brett og hann ferður upp á svið þá bara sprengir upp líkamann sko með kolvetnum það borða maður mikið það bara treyður í bara feitum burger ís og öll bara rétt og hann ferður svið bara pumpið líkamann maður hefði haldið maður myndi fá bara nei, að því að þú ert með enga vökkvæðir þannig að það bara öll kolvetni og prótíni fer beint bara í vöðvana og þeir bara bara nokkra 10 arbegur og það bara ég sé þetta ekki þess vegna er æðan allar þreiknar út og allt þú sér á sviðinu þegar það er að standa á sviðinu og er að spóka sig þetta er náttúrulega bara vaskreist gjörsanlega og svo bara bomba inn í af hérna prótínum og kolvetnum og Nú er þetta að spyrja, þegar fórstu meðferð var eitthvað sem íttir meðferð eða var eitthvað sæður fyrir meðferð eða var eitthvað sem gerðist sem þú þurftir að fyrir meðferð ég er náttúrulega fyrstulega segi það að ég skapa bara botnin og það er oft sem að við alkoholistar þurfum bara að læra það að skapa botnin fast til þess að læra það að þurfa að gera eitthvað í okkar málum að því að við erum svo mikið afneitun það er svo mikið afneitun í hausnum á okkur að það sé allir að gera sömu hlutina og við þannig að já, þetta dóttir mín í rauninni er það sem var þess valdur og ég fór í meðferð þannig að ég vildi ekki vera svo fyrirmynd fyrir hana ég var einstæður faðir á þessu tíma og fæ barnaverndarnefnd og allt annað á mig hana og ég fekk það tækifæri að ef ég myndi laga mín mál og koma maður tilbaka að þá myndi þér ekki gera neitt í þessum málum og það var eiginlega það sem að kveikti í mér að ég vildi gera henni allt mitt besta til þess að geta bara verið hennar fyrirmynd í lífinu og það var ekki það að vera útudópað eða útudrykkin út í honni mjög undir skítandi á mig líka við Var þetta ekki miklu betra líf núna? Jú, miklu betra og það er þess að segja lítið bara jákvæðum á hvern dag fyrir sig teka einn dag fyrir mig einu brosa fram í daginn þetta er allt í hausnum á okkur þetta er hvernig við viljum hafa daginn eins og ég segi alltaf mánudagskveðinni þetta er haustum á þér Ertu eitthvað ennþá þá í nikotíninu?
Er það farið? Er það púðanir eða? Nei, ég reykja ennþá. Þetta er reykingur, já. Ég held að það sé bara skárið en þessi púða, sko. Ég það ekki. Þetta allt bara sama, ok. Annarkvort hættur þessu. Já. Það þýðir þetta eins og margir segja, farðu að veipa, farðu að gera þetta. Akkur er bara að breyta til fínni. Það er betra bara að hætta ef ég ætla að hætta. Já. Ertur sagði allan að púðanir sem meira ávinnabindi? Já, þetta er meira ávinnabindi. Ég veit það líka, sko. Þú ert líka bara að sitja, heitir þetta ekki, hvað slímu? Og það er sama að segja með veipið. Þeir sem eru að veipa, engungu sem aldrei reykt, þeir segja að þeir sem eru húgt á veipinu og þeir segja þetta líka púðana. Þannig að, eins og ég segi, akkur er verið að skipta, ég er bara að endanum ég hætti að reykja og þá bara hætti ég, er ég bara hættur. Ég þarf ekki að skipta því. Nei. Það kemur að því daginn. Já. Einn daginn kemur þetta. Ég og Einar pröfum í fyrstinn að jamma núna á laugardaginn. Fórum niður í bæ og vorum að kaupa áfengi og allt þetta og ég veit ekki, mér finnst það svona hvað getur maður, það er svo margir húgt á þessu, fara bara hverja helgi, hvað getur það fólk svona skipt, skilur, jamma, gert eitthvað annað heldur en að jamma, þú veist? Það er það sem ég hef spurt mig að sjálfur í dag, þannig ég finnst það svo margt breyst síðan ég var að jamma, ég fer út af lífið, sko, reglulega, og alltaf, og fer á þessa bari og annað, ég sakna þess í rauninni að hafa alvöru böll. Já, ok. Þegar fórst að jamma, það fórst á ball. Þú veist, þá lifandi hljómsveit, það var lifandi, þú veist, bara action í gangi á sviðinu og það var allir að tjúta á tjana, skilurðu. Núna ferði bara á pubin, farið bjór og ert að gera hvað. Já, og að lítið. Já. Ég held að, þú veist, lausnins við þessu líka bara að eiga skemmtilega vinnu sem þú vilt ekki hætta að vinni. Já. Það er svolítið sko, þú veist, meðan við vorum púbunum var ég líka að hugsa oft bara það sem ég var frá Edita eða eitthvað, var ég bara... Mér langar meira bara svona að eyða pening í, þú veist, fara eitthvað action, fara skilur paragliding eða fara í svona ég segi það saman og eyða frekar í góða utanlandsferð eða tripp eða eitthvað skilur. Það hljóma vel. Ég hugsa það líka í dag sko. Já, þú þarf svolítið að hafa eitthvað svona, og það fara hverja helgi skilur. Já, ok, keilu. Já, þú veist, einhver svoleiðis, pílu, keilu. Það er fínt að hafa áhugamál, en ekki að segja það skilur, en mismundi hvað áhugamálin eru. Já, með bara svona, ef myndi að eyða út jammi á Íslandi, þú veist, hvað myndi koma í staðinn skilur. Já, ég held að það gerist aldrei. Ísland myndi bara kollapsa, sko. En eins og við sjáum þetta bara niður í bæ, ég hef ekki farið að jamma hérna í Reykjavík lengi, þannig að ég veit ekki hvernig það er hérna. En það var náttúrulega eins og segi, þá Sólon til dæmis var ég var mikið á Sólon á sínum tíma. Og þá var alltaf lifandi hérna Trúbador uppi á öðru hver einustu helgi. Það er einhver staði með þetta ennþá, en ég held að sé svona miklu minna, þetta er miklu meira bara háar tónlist. Þetta er aðalega bara DJ-ar og... Já, ég segi háar tónlist, og þú heyrir ekkert í einu með þegar ég vaknaði daginn eftir, ég var bara Varst þú þunnur? Nei. Ég var ekki neitt þunnur, nei. Ég drakk líka ekkert eitthvað. Nei. En ég veit ekki, ég er svona fyrst að upplifa áfengi. Ég er bara fullur einu svona áður, sko. Ok. Já, bara núna tvisar núna aðeins. Var ég fullur, myndu segja það? Já, ok. En mér fannst þetta, ég skildi ekki alveg, sko. Af því að fyrst alveg var þetta hundvondabræði, sko. Já. Mínum að ég var að pröfa okkar kokteil á eitthvað, en mér fannst þetta ekkert spes. Og svo fannst mér áhrifin, ég veit ekki. Þetta var svona, ég var samt alveg self-aware, skilur. Já, samt svona það var bara temmilegur, sko. Já, ég veit það ekki. Ég skil ekki alveg hæpið við þetta. Nei, svona, ég sammála því sko, og ég skil ekki að sitja hérna á einhverju stað, tónlistin í botni, það er allir að öskra einhvern annan, það veit ekki hvað þetta að segja. Já. Mér finnst það bara skemmtilega að vera með vinum mínum sko, bara svona. Já, ég segi það. Spila á eitthvað sko. Já, það er bara á kaffihús eða góðan bara krá eða eitthvað skilur, og setja niður og fá sér einn drikk eða eitthvað þar og spjalla. Það er svo mikið stemming sko. Það er spurningin að átt þú hótel? Nei, ég átti hótel. Áttur hótel? Já. Nú, hvað? Ég rak hótel á Siglufirði. Hefur bara búið allt Ísland? Ég hef búið nokkur stöðum. Þú búin að vera ekkert á Suðurlandinu? Eða þú veist, Selfossi og eitthvað þar í kring? Ekki farað þangað, nei. Það er næst bara. Já, ég á eftir það. Og það var enda, ég var alveg að hugsa það daginn, sko. Þannig að fara þeim einn, sko. Já, fara Selfoss? Selfoss, Hellu eða alveg niður í Vík, sko. Þetta er bara að fara eitthvað á Vestfirðina? Ekki lengur en Snæfellsnesið. Nei, það var bara Vestfirðin og Selfoss næst. Já. Bara... En allir tröllaskaðan er ég búið með. Ég náttúrulega lærði í ferðamálafræði á Háskólanum á Hólum. Þannig að ég var á Hólum og bjó í Skagafirðinu. Ok, nice. En ég rak og átti hótel sem var á Siglufirði. Hvað hétt það? Það hétt Hótel Tröllaskagi hjá mér. En það heitir Hótel Siglufirðis í dag. Já, það er þetta til bara, já. Og þú bara seldi það?
og var það áður og fluttir út til Kýpur? Já, það var áður. Já. Þetta hérna, þegar ég að læra ferðamálafræði þetta kringu 2018. Já. 17-18. Þannig að þú hefur átt, luxus, ferðaþjónustu, hótel og eitthvað fleiri fyrirtæki? Já, ég var með veisluþjónustu líka. Veisluþjónustu líka? Ég var með verslunarrekstur á Árskógssandi. Verslun? Já, maturverslun, eða svona smáverslun og hamborgara og pítsuður og bara mjólk og kjöt og álegg og svoleiðis bara maturverslun bara litla sjoppu í hérna á Árskógssandi. Já, og ég hef prófað ýmislegt þannig. Nóa business? Já, ég hef verið á sjó, ég hef verið að malbika götur, ég hef verið kannsteinagerð. Svakalega reynsla. Þannig að ég er búinn að prófa ýmislegt. Hvar lærðu enskuna? Í ferðabransa Já, í rauninni, enska mín lærði ég náttúrulega eitthvað í skóla náttúrulega, en mestmennins lærði ég þetta til dæmis á Friends. Já, gaur, sama hér, Andrés, ég er ekki grunast, á YouTube og Friends, þá lærði ég ensku bara. Ég var algjörlega húgt á Friends og ég held að mestmenn enska mín hefði komið svona mestmennis gennum með að horfa á, að því ég var ekki með subtitles að netskýru, þannig að ég var með alveg á texta, þannig ég lærði bara enskuna faktiskt að hlusta á þau og reyna að þýða sjálfur. Hvað er hort oft í gegn? Ég hef ekki tölað eins og ég er búin að horfa svo oft. Sama einu sko, ég get ekki sagt þér töluna. Ég hef bara gert það 2000. Ég held að ég er örugglega yfir 2000, ég er ekki grunast. En það er ekki toppað það ennþá. Það er líka bara svo næs að hafa þetta bara í bakgrunnum. Bara að gera eitthvað, elda eitthvað, bara, ég þarf ekki eins og að horfa á hættina til að veit Svo var ég að detta henni núna daginn, var ég að detta henni 2.5 menn aftur. Já, þegar geggja þetta. Já, þau voru að klára það, Þórun og... Já, mjög góð þetta. Þetta er á Prime-inu núna, sko. Já, ég hef búin að vera að horfa einmitt á Prime-inu. Big Bang er líka þar. Já. Ég elska Big Bang, já, það er á Prime. Ég þarf að reyna að lokka minn hjá pappa. Ég datt inn í núna 2.5 menn, en ég er búin að vera að horfa á það núna undanfarið, þannig að hér á leitunum. Já, geggja, er ekki fleiri? Jú. Hvað fer mikið cash á mánuði í föt? Ég ætla að orða 40-50% á laununum mínum. Já, það er þannig. Það er bara svoleiðis. En hvað, ekkert í húsnæðisláni? Áttu bara... Já, og gegn. Áttu gegn? Nei, og leigir? Já, ok. Hann er alltaf að flytja maður, það tekur hann ekki að... Nei, og ég er ekki á því að eins og fasteignamarkaðurinn er í dag heima, mér langar ekki að fjárfesta í steipunni hérna heima, heldur vil ég frekar eyða peningunum mínu í að ferðast, njóta lífsins og þá frekar prófa að búa ykkur öðru stöðum og leigja þá bara í 1 ár, leigja hér í 1 ár og hérna... Viltu ekki festa þig? Nei, ég er bara frekar að... Var það dóttin með þér í Kýpur? Nei, hún komst aldrei. Hún var alltaf á döfinni bara rétt á hún COVID kemur upp, sko. Þannig að þetta elskulega COVID eyðilaði margar útfærslu fyrir mörgum. Hvað er besta fatamerkið, spurning? Uppáhalds fatamerkið mitt er Louis Vuitton. Það er svona, ég held mest upp á stílinn þeirra og hef haldið mest upp á það. Svona ef ég ætla að velja svona hátísku fatnað. Og þar eftir kæmi Gucci, svo kæmi Versace, svo Armani í sérstaklega jakkafötum. Þannig að Armani er enda með ógeðslega flott jakkaföt að yfir alltaf, það er bara stílhreint og klassískt, það er ekki of yfirgert. Náttúrulega eins og við vitum með Louis og Gucci og Versace, þetta er svolítið ýktarvörur og það þarf að vera svolítið aggressífur í fatavali til þess að þora að gangi í þess að við vitum. Þetta er bara banger, sko. Þetta hljóta að vera mjög dýr jakkaföt. Já, þau eru mjög dýr og ég á ekki mjög mikið að svoleiðis vörum, en ég á aðeins að Louis og ég hef svolítið svona sankað að mér svona reynt að gera mig vel einu svona ári, kannski að kaupa mér einhverja eina plíkaða trefil eða eitthvað bara frá því merki. En eins og ég segi, ég fór til Budapest daginn að ég labbaði inn í Gucci búðina þar, einn blazer 560 skall. Já, einmitt. Ég er ekki að fara að eyða 560 skalli í að kaupa mig jakka. Hugsaðu það samt ekki? Varst ekki alveg svona, ok, ef ég... Nei, það var bara, þetta var svona 500.000 í það að kaupa sér jakka sem hún gengur í kannski 4 sinum á ári. Já. Þorur svo ekki, svo þorur maður ekki að fara í þetta? Þú ert að ramma þetta inn, sko, bara. Já, ég segja, þú veist, ef það kemur dropa á það eitthvað svona drast, þá bara... Þannig að, það var orðið á mikið, sko. Ég veit frekar að eyða peningunum mínum í að segja njóta lífsins fyrir sjálfa mig að þá að ferðast eða eitthvað þeir. 500.000 er góð utanlandsferð, sko. Mjög góð utanlandsferð. Þú getur farið bara mjög góð utanlandsferð fyrir 500.000. Já, bara fína, sko. Eru oft farið til Bandaríkjanna? Ég hef farið 3 sinnum. 2 til New York og fór svo hérna til Tennessee. Nei,
Nashville, ætla ég að segja. Nashville. St. Louis, Nashville. Komst hendur ekki inn í Memphis til að kíkja á Elvis-setrið. Hefði verið að gera það samt. En ég keyrði það framhjá. Já, það nú. En mér langar næst að budgetlistan mín að taka svona roadtrip í Bandaríkin. Já. Taka bara mánuð. Shit, það alveg geðveikt gaman. Og taka bara bíl og fara bara á mótel og eitthvað bara og ekki neitt planarunni. Bara taka eitthvað óplana in the wild. Keira eitthvað já. Shit, það alveg geðveikt sko. Þannig að bara taka, eins og ég þá æfintari gæn og ég óhrættur að prófa eitthvað nýja hluti. Þannig að það væri geggja að hoppa í bara bíl og mótelstíl og eitthvað staðar. Bara Route 66. Já, og samt langar mig svolítið að fara í Miami, LA og Kaliforníu. Það svona þessi staði sem heilla mig svolítið. Ég er sólarmaður. Ég vil vera í sólinni. Já. Hvað tekur langan tíma að gera 66? Ég veit það ekki maður. Ég veit það ekki. Þetta er alveg smá keyrsla sko. Já. Þetta er alveg Það nokkru búin að taka, þetta tekur einhver tíma sko. Þetta er alveg, frá Sarasota til New York held ég alveg, 7-9 tímar eða eitthvað. Já. Það er bara sko, hérna Þetta er örugglega Það er ekki svona 18 tíma frá ströndunum. Það gæti verið sko. Það voru ekki að taka viku. Held ekki. Voru ekki að tala um að þetta væri vikutripp með því að skoða á eitthvað svona, 6-7 dagar. Jú. Ég skal googla það og þú skal spyrja næsta spurning. Ok. En að besta við að vera pabbi. Þótt eina dóttur ekki. Veitu hvað, er hún komin að menntaskóla? Já, hún er að fara menntaskóla núna í haust. Já, það er hvað menntaskóla er þarna? Hún er að vera 15 ára. Nei, hvað menntaskóla er Snæfells? Hún er á Akureyri. Já, hún býr á Akureyri. Já, það er MA eða Vafema og eða ég meina að fara í menntaskólann Tröllaskaga eða í Skagafjörðinn og svo er náttúrulega Laugar og það er fullt af skólum í kring sem er möguleikar. Já, gett. Besta að vera pabbi er það, þetta er bara ólýsarinn tilfinning. Þetta er það besta sem hefur hent mér í lífinu. Besta sköpunarverkið. Já. En þetta er bara þessi ást og umhyggja og þessi tengsl sem er bara erfitt að útskýra í rauninni. Þetta er bara besta tilfinning í heimi sem ég hef ekki upplifað neina eins góða tilfinning og eins og það fá að vera pabbi. Þannig að þetta ekki svona eina unconditional love sem að fær? Þú veist, þú bara sama hvað? Já, og það er og sérstaklega, og ég er svo stoltur að það í dag að því að við erum mjög góði vinir ennþá ég og dóttir mín og hún talar ennþá við tölum allt og ekkert og þessi tengslanett eru sterkt á milli okkar að því við vorum náttúrulega bara 2 lengi vel þannig að það er svona, við erum mjög sterk tengst og þetta er bara það besta í heimi þessi unconditional love sem að Herra, ef þú vilt bara keyra þetta þá er þetta 3-5 dagar Einmitt. En ef þú vilt sjá þetta þá er svona að skoða alltaf þá er þetta 10-14 dagar Já, ég held að það væri að minnstakosti vika Já, Route 66 Já, að mælt með að taka svona 2 vikur í þetta ef þú vilt gera þetta almennilega Maður sem er nokkað að sjá bara hérna Hvað er þetta að gera? Hvað er það? Los Angeles Ég var að segja þetta, 35 dagar, vilt bara keyra Nei, byrju til New York Á löglegum hraða Nei, það er hérna, þú ert að tala um sko frá Er það ekki alltaf hringurinn eða? Nei, Route 66 er bara hann í Það er beint í gegn. Það er þvert yfir Bandaríkin sko Það er bara þú byrjar Já, en hérna kemur 1 dagur og 17 klukkutímar Ok Já, ég veit ekki hvað það er Ég veit ekki Nei, það er kannski Skiptir ekki Það eru 4.000 Það er eins og að fara, hvað? Tvisvar í kringum Ísland, já Meira Bara hana 21 Þjóður 1 er 1290 km Já, ok, það er svona stutt Já, það er miklu meira Já, þetta er 3 Við fórum 2000 km, við fórum alveg sightseeing við vorum að skoða Við fórum hann að Ef þú tekur bara beinan hringu einn Já, og ekkert að gista og ekki neitt Við vorum alveg að fara út Já, við fórum í hann að Hvað heitir það? Borgarnes? Nei, hvað heitir þetta? Fórum líka Snæfellsnes Þessu lundanir eru Það er hann alveg Borgar fyrir eistan Borgar fyrir eistan, já, fyrir austan Við fyrir þanga Við skoðum mikið sko Já Það er ekki að geða sko Já, við höfum taka aftur róttrip Íslandi geðveikt róttripland á sumrin sko ef þú ferð bara í júni eða eitthvað Já, svo pluss að getur ferðast þetta sólhringin Já, ég segja ef þú getur það í rauninni hinn segðu bara Nei, þú veist, og svo bara ef þú vilt líka bara fara í tjaldi eitthvað þetta er bara geggjað þetta er geðveikt og svo ferðast á nóttinni á sumrin geðveikt, það er engin að ferli þú ferða alla sightseeing og allt bara og það er hábjart en þá, eins og við vitum En heldur að sé ekki einhver túrist að bara klukkan 4 Það er margir sem gera það ferðast til að losna við traffíkinu Þetta er líka mælt með því fyrir ástundum ef ég heyrt að margir svona gætar segja bara fara klukkan 4 nótt það er engin Það langar aftur í COVID burt með það En Ísland er alveg ándjörns bara topp held ég
Shit, þetta er skemmtilegast ferðalag sem ég fari í svona með þér og Birni og Gunnari þegar við fórum hringinn. Ég fór ekki með þér. Fyrst með þér, skilur við, og svo fórum Birni og Gunnari. Þetta er geggjað, sko. Þetta er gaman. Ég er til að fara í sumar. Og þetta er svo fjölbreytt líka, sko. Ísland er svo fjölbreytt á mörgu leyti. Já, algjörlega, sko. Það er svo margt að sjá, margt misjón, sko. Já, taka bara svo í bílnum. Já. Nei, því ég ekki, ákveður, þú veist, ég á tjald, ákveður ég bara tökur tjald. Ég myndi freka vilja svo bíl, sko. Nei, ég veit ekki. Hvað er að þið? Þú er svo spoiled, það er ekki eðlilegt, sko. Ég er ekki að setja bara luxushótel. Ég sagði það fyrst. Við fórum, sko, ég fór með vinum mínum og við ætlum að bjóða honum með, hann bara, ekki sjans að ég gist í tjaldi og hann kom bara ekki með. Hann kom ekki með og þú erum ekki gist í tjaldi. Já, ég er með frjókvöldna honum, sko. Já, góð afsökun. Nei, ég vissi hvernig, sko, eina bara segja, við skulum enda því hann. Þú eru allir veikir og reiðir út í konan. Já, bara þú erum veikir. Já, og þetta pingur lítill bíl og það er þetta að setja, þú veist, einar ímyndaðar hefur verið 3 aftur í. Nei, við hefum verið 4, hvað er þið? 2 aftur í og 2 fram í. Já, hvað er þú að segja? Já, það er bara mjög næs í bílum, sko. Ok, jú, kannski. Já, það er... Ég veit ekki hvað ég var að hugsa. Hefur þú farið roadtrip oft kringin? Já. Hversu margar hringi hefur tekið? Allt bæði sem leiðsögumaður, útbílstjóri. Ég veit að leiðsögumaður, þetta er ekki alveg. Já, þú meira próf? Já. Já, gett maður. Já, maður á að fara í það, eða ekki? Mælir ekki með því? Ég mæli með því. Er ekki alveg sérstaklega á Íslandi? Svona að keyra í hjólhýsi Með alltaf langa í túristana, sko. Og mæli með að taka bara allt, vörubílinn og alla pakkan. Já, ég held ég allan taka meira prófið. Það er alveg 100%, sko. Þetta er bara gott upp að hoppa og geta hoppa upp í hvað tæki sem er, sko. Ég veit, já. Ég er gaman á þessum túristum, sko. Já, myndið þú ekki velja svona að vera túr? Ég væri til það, ég held að sjálf. Það er mjög gaman, sko. Ég var mjög til að út að ég ljósmyndar, sko. Ég held að það væri gaman að vera svona líka mynda og eitthvað svona. Það er sturglað. Who wants a photo? Það eru margir einmitt leiðsögumir sem eru einmitt að ljósmynda mikið líka, sko. Og einmitt, ég hef líka hægt margar sem reka sitt eigið fyrirtæki og það taka bara allir myndir sjálfur á öllu. Hvað er bestið? Er að Amerikaninni hafa skemmtilegastur? Nei, 100% ekki. Ég myndi halda þessu Norrlöndin sem koma til Íslands. Þetta er náttúrulega bara mísjandi eins og það er margt, sko. Persónubundi náttúrulega? Já, persónubundi. Já, þannig að það er alveg, Amerikanar geta verið mjög skemmtilegir og þeir eru mjög kaltæn húmor í þeim og annað, þeir píla alveg okkar kaltæna húmor á íslenska húmorin, sko. Svo kemur bara Tom Cruise og hann er bara Íslandi. Já. Don't look. Og svo eins og ég segi, svo tjóðir sem er svo þjóðverðir og annað sem skilja ekki kaltæna húmor og þeir bara, hvað er það að fyndi? Þannig að þeir eru mjög svona alvarlegir og frakkinn og annað, þeir eru mjög erfiðir og Indverjar, erfiðir, Ísraelar erfiðir. Ég bara sé gott fólk frá Ástralíu. Ástralíu eru æðislegir, Nýja-Sjálendingar og Ástralir. Þegar ég fór til Ástralíu, bara næst fólk. Það var enginn sem var eitthvað trefur, það var allir bara... Þeir eru svo nýja glatt, sko. Já, það var allir bara fucking chillaðir, ég bara ert ekki grínast. Já, vá, það var að flytja þangað maður. Já. Hefur þú komað þangað? Nei, það var eitthvað á bucketlistunum að flytja þangað. Jaha. Ég myndi aldrei flytja þangað, sko, Kongulónum, sko, það er bara að glemja. Já, svo kemur það er fullt þessu furðu pöttum sem eru þannig á hreiki sem við langar ekkert að vera mikið. Það er alltaf konguló í metra fjarlægð frá þér. Það er staðurinn í Ástralíu. Þú er ekki bara að lifa með því, eða hvað er það? Nei takk, ég er bara göður, sko. Svona stór konguló, sko, ekkert eitthvað svona drasl. Talandi um lönd, síðan spurning, besta við kýpur, var það ekki bara sólin eða hvað? Sól, sumar og blár sjór og blár himinn. Jaha, er hann glær sjórinn? Já, wow. Hvítastrendur. Eru öldur? Já. Öldur? Að þú veist, skilur eins og í Flórida, það er ekki öldur, það skilur. Nei, en það er smá brim, jú, það er brim. Og alveg tærar og hvað er það, náttúrulega strendur. Þetta er ekki svona oftraðkaða túrism. Nei, það? Þannig að þetta er ekki svo sér þeir svo, þetta er bara fallega náttúrulega strendur. Alveg tandur, klýr, sjór, sólin, mannlífið. Hvað talar það? Spænsku? Nei, það er það sem ég var á Norðurkýpur, það talaði tyrknesku. Já. Það er tyrkneska nýlendan í rauninni í dag og gríski hlutin er svo á Suðurkýpur. Þannig að ég var á Norðurkýpur og það er mun friðsælla þar og það er meira svona gamaldags stemning og mjög afslappað andrúmsloft sem ég elskaði. Það er ekki massatúrismi, fólki er ógeðslega næs hana á öllu leyti. Það er jákvætt og þú veist þessi þó að og bara mannlífið og fólkið og allt saman. Virkilega fallegt land, mörgu leyti. Kýpverji? Nei. Jú, Kýpverji. Kýpverji, vá maður. Hvað er alveg Kýpur á önsku? Cyprus. Já, það er eitthvað fyndið ná. En það er vesen að fara ánga núna, ekki? Út af stríðinu eða eitthvað? Nei. Það er ekki vesen? Nei. Nú? Akkur þetta var vesen? Er þetta ekki nálægt? Jú, það hefur engin áhrif þannig. Nei. Þetta hefur engin áhrif.
Þannig að hvorki, þetta hafði aðeins áhrif við byrjum Rússland og Úkraína, það var svo mikið af Rússum og Úkraínum fólki sem byggu á eyjunni en það er allt orðið bara back to basic með það hef ég heilt. En þú mælir með að fólk kíkja Kýpur? Ég alltaf að prófa það, eins og ég segi, það þá er ekki nefn bara að heimsækja það og pröfa það, þá mæli ég eindreið með því. Hvað kostar Kýpurferð? Það getur verið mjög hræjótið og ég fekk bara að fá flugmiðana hérna út til Kýpur, þó var 2 flug og þá var það að kosta mér svona 25-35 skall, aðra leið. Er þetta aðra leið? Er þetta ein vél eða? Nei, þetta 2 vélar. Okay. Stoppið Tyrklandi ekki? Nei, við getum flóið til London bara með Visser er að fljúa frá London og svo frá London til beint í Kýpur. Ég væri til að taka svona 3 vikna ferð, 1 vika í London og 2 í Kýpur, skilur við. Já. Það væri snill. En alveg 2 vikna vörð að vera í Kýpur? Já, þú getur alveg gert Er Vatnsvöðnabátur? Nei. Ekki norðamegin, það er sunnamegin sko. Nú? Já, það er miklu meiri túrismi á söðu Kýpur heldur en á norðu Kýpur. Bara allir bara? Já, það er bara bæði starra markaður og... Þetta er bara svo Tenerife, það skiptir svona. Já, í rauninni þetta og svo náttúrulega norðu Kýpur er svona aðeins huldara land, það er ekki eins hérna opinbert og söður. Tyrkir eru með yfiráðið því og þetta er svona meira þetta er svo kallað unrecognized. Betur Kýpur, er þetta ekki þannig Nei, það fór til Krít. Já, Krít er það er ekki rétt hjá samt. Það er Gríklandi. Já, einmitt. Hvað er svona afþreyingarna? Þú veist, ef maður það er alltaf frá kasínó bara. En mikið kasínóna? Já, það er löglegt sko. Það er gaman. Eða fara bara á ströndina og chilla og góðum bar. Er þetta að fara í good shit kasínó fyrir bara til Kýpur? Já, og það er kasínó er bara líka öðru gótu honni sko. Já, ok, nice. Ef við skellum okkur til Kýpur. Þetta er gert að líka í London sko. Já, London eru kasínó. Þú tapar alltaf fyrir kasínóðinni sko. Þetta er samt eitthvað, þetta þú veist líka bara svona. Nei, eins og við gerum þetta félagann, við fórum alltaf á kvöldin, við vorum með budget, við settum bara okkur 200 lírur eða eitthvað í budget. Hvað er það mikið? Eitthvað 20 skall eða eitthvað skiljum, íslenskar, sem er slatti úti. Já, er það ekki? Jú. Ertu bara kongur með 10 skall eða? Já, það er mjög gott upphæð sko. Já. Er allt, þú veist, kasínó matur alltaf, er þetta bara ódýrt fyrir Íslendinga? Ég var að borga fyrir þriggjarða máltíð svona frá 5 til 7 skall. Shit. Með drykkjum og öllum. Já, þetta kostar 40 skall í Íslandi eða eitthvað. Já, það var þriggjarða máltíð sko. Við fórum í jamminu, ég borgaði 16.700 fyrir drykki. Það eru 3 koktelar. Já. Og eitthvað smábjórar. Og hvað fæði það? Þú fæði alveg góðum veitingastað eftir að fá hérna 2 til hérna á 5 stundum veitingastað sko. Shit. Það var góða 2 máltíðir sko, þriggjarða sko. Já, en sorry, þú vorst að segja, þið eitthvað 2000 lírum í einhver búk? Já, 200 lírur, bara að fara í kasínói, bara til að eyða í kassana eða eitthvað, því að það er alltaf að lappa inn í kasínó, þá er frítt að drekka, það er frítt að reykja, þú fær sígarettur og allt það er frítt að éta, matur og allt svoleiðis. Það er allt frítt, það er bara að lappa í hlaðborð, það er bara allt bara í boði, drykkir og allir saman. Þú borgað inn í kasínóið ekki? Nei. Þess vegna settum við bara budget. En það verður bara að veðja það ekki? Við bara eyðum 200 lírur, það verður alltaf búin að borga fyrir matinn. Ef við töpuðum, þá töpuðum við, en ef við unnum, þá bara við gróða. Plús það við. Og er maturinn góður eða? Já, mjög góður. Ok, wow. Við erum að fara til Kýpur. Ég til ég að fara ángar. Þetta er svona að blanda evróskur, í dag er það svolítið evróskur versus tyrkneskur. Þannig að þetta er svona að blanda þessum tyrkneska máltíðum og með þessum hérna smá evróskum ívafi. Það er ekkert hættulegt að vera hann það? Nei. Ekki neitt? Það er glæpatínir er engin hann. Akkur, er þið bara góðið með allt? Já, bara heiðarlega. Eins og ég segi, þú myndir missa pening á göttuna, myndir maður rétta það, hann tækir það ekki upp og stungi í vassan sko. Og löggan, hún er ekkert eitthvað spilt að það? Nei. Hún er með byssur og allt? Já. Og það eru hermenn líka náttúrulega. Já, það eru hermenn? Já. Fyrir mér, hversu stórt er þetta? Þetta er hljómáslega lítið. Kýpur er 3. staðista eyjan í Miðjarðarhafinu, þannig að þetta er svona hátt í Vatnajökull. Já, með Vestmannaeyjar. Það var þetta miklu stærra. Já, ef við segjum að þetta sé svona starf, sko, Mallorca heldur sér starfið Vatnajökull, ef minnir rétt. Það sé Vatnajökull á kortið, skilur við? Já, það er hjúts. Já, það er stórt. Þannig að... Hvað er svona 5 Vestmannaeyjar? Nei, 10? Já, þetta geta alveg verið svona uppbyttu, 5 til 7 Vestmannaeyjar. Já. Bara næs, sko. Já. Ef tökum alla eyjuna í heildinni, sko. Einmitt. Við erum að henda okkur til Kýpur.
Þetta er ekkit stórt að fara yfir. Þetta er mjög þægilegt að keyra, það taka frá einum enda til annars, sko. Það er ekki lengi að keyra eiguna, sko. Já, varstu bara þú varst með eitthvað Lamborghini hana? Já, ég hef gerði eitt vídeo, við vorum að gera tónlistavídeó hana fyrir einhvern rússneska rappara, þeir leigðu þessa bíla, við vorum að aðstofa við að gera tónlistavídeó, þannig ég fekk bara skúta inn í það. Þannig ég fengum aðeins að testa Ferrarin og Diabloin. Já. Sturla. Þannig hann Britti var að herma eftir mér og Gústi sko nýri Dubai sko. Já. En keyptur þið bara bíla núti? Nei, ég leiði bara sko. Þannig að eins og það er oft betra bara að leigja heldur en að kaupa það er náttúrulega alltaf kostnaður við að eiga líka. Þannig að þú ert laus við það og leigir. Hvað kosti að leigja bíla núti? Það var líka bara 2.000 skall. Ég held að það hefði verið rétt 3.500 kall dagur en eitthvað svoleiðis sko. Já, ok. Það er ekki neitt. Hvað, það var 90 skall mánuð? Já, ég var að þegar ég leiði bensín, blæjabensin þá var ég að borga rétt 7.000 skall á dag fyrir hann, það var dýr sko. Já. Það var luxus sko. Dýr fyrir luxus sko. Já. Hvað, 7.3? Já, 7.321. 210 skall mánuð, já. Nei, það var ekki svo mikið, ég borgaði $200 á mánuð? Já. Nei, það var ekki neitt sko. Þá var það ekki 7 skall á dag? Nei, ég myndi allt í henni bara, það var $200, ég borgaði $220 fyrir mánuðin. Það er nú ekki á bensinum. 40 það er ekki hann mikið sko. Mjög næs. Þannig að það var rétt 50 skall, já, það var rétt 50 skall mánuðin. Þá var það bara hvað, 20 skall, já minna, 18 skall dagurinn. Já. Það er góð til. Já. Það er ekki neitt maður. Þannig og það var blæju bensin, þannig að við förum til Kýpur maður. Já, ég mæli með því 27. apríl. Ég er ekki að fara til útlanda í ár sko. Á næsta ári skal ég fara með til Kýpur. Einar partypúper hérna. Ég er búinn að vera bara í útlöndum og ég nenni ekki að vera í útlöndum. Ég er bara að vera heima í sumrinu. Já, bara smá. Já, ándjóks. Mér langar að keyra hringinn aftur og fara í það. Ok, 27. apríl. Já, nei ekki apríl. Ég hef 3 daga það. Ég vil taka alveg good shit 1,5 viku. Já, ég hef ekkert svona mikinn tíma sko. Ég er að vinna sko. Sorry maður, þá fer ég bara. Jólin. Það er næsta markmið. Herri, ég heldur sem bara helviti fínir sko. Ég heldur sem bara góður sko. Ekki. Er eitthvað lókið sem þú vilt segja við hlustendur sem eru þarna? Bara haldið áfram að vera þeir sjálf. Ekki. Og elskið hvort annað, verið góðu hvort annað, sýnið virðingu og þið eru langt bóttust eins og þeir eruð.